Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hann Sigtryggur, pabbi hennar Ástu Sigríðar, einn af þeim sem tók þátt í að reisa þessa kirkju. Við sjáum merki kirkjunar hér framan á sálmaskráni. Það einn sálmur sem eftir Stefán frá Hvítadal, sem hefur verið sunginn eða lesinn hver einustu jól í þessari kirkju. Og ég ætla að fá að lesa 2 vers úr þessu sálmi. Kveikt ljós við ljós, burt sortans svið, angar rós við rós, opnast himins hlið. Niður stjörnum stráð, engill framhjá fer, drottins nægð og náð, boðin alþjóð Guð eilíf ást, engu hjarta hætt, ríkir eilíf ást, sér hvert böl skal bætt. Lofið Guð sem gaf, þakkið hjálp og hlíf, tæmt húmsins haf, allt ljós og líf. Amen. Í 90. og 1. Davíðssálmi stendur meðal annarra þessi setning: Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Amen. This
Ég bið ykkur að rísa á fætur og heyra heilagt orð. Mattheus skrifar í fjallræðunni í 7. kaflanum: allt það sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Og í 14. kaflanum hjá Jóhannesi standa þessi orð: hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur, var ekki svo hef ég þá sagt yður að ég fari burt að búa yður stað. Og þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég fer. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Og Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Vekið þig
Náð sé með okkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þetta er ágæt saga af engli sem kom aftur til himins úr heimsókn til jarðarinnar. Drottinn tók eftir því að engillinn var með armbandsúr. Hvað ertu með, spurði drottinn. Þetta er tímamælir sem mannfólki notar. Þetta þarftu ekki, sagði drottinn hugsi. Ég gaf þeim ekki tíman, ég gaf þeim lífið. Og ein árstíð tekur við af annarri. Skýin líða einhvern veginn yfir himinin. Við sjáum þau renna inn í bakkann við sjóndeildarhringinn, þar sem allir hnoðrarnir koma saman og tínast hver með öðrum, þeir stærri með þeim smærri. Og maður hefur alveg spurt sig, er lífi líkt þessu eins og ský sem svífur hjá? Hverfur svo ævin, svo ævi sem mælist í stundum og dögum, það líf sem er tíminn einn. Og ein stund þessa lífs er stutt og furðu fljótt fylla þær mæla árana. En lífið það hefur annað borð en þar sem klukkan táknar og rúmast í hugtökum tímatals. Jú, við reynum þetta oft í ýmsum atvikum sem skapa okkur sögu, ævi sögu. Eitt andartak í tvísýnum líf eða dauða, eitt augnablik mikillar hamingju eða djúprar sorgar. Og maður lifir meira á slíkum stundum en árum saman ella. Á brotur stundur réðst það í fæðinguðinni hvort þú skildi lifa eða deyja, og örskot stundu hverfur síðasta andvarpið, eitt augabragð sem ekkert árabil hversdagslegra lífsumsvifa vegur á móti. Og undir lífstundunum er djúpið, manneskjan, sál hennar, tilfinningar, hugsanir, innri átök, innri úrslit og eilíf örlög. Og líðandi stund hverfur hjá, ný manneskja heilsar stundum með gráti og önnur kveður, oft með gráti. Og hér erum við samankomin til að minnast Ástu Sigríðar Sigtryggsdóttur, dóttur Valgerðar Björnsdóttur frá Grundarfirði og Sigtryggs Pálssonar frá Skagafirði, eða Völlu og Didda eins og þau voru kölluð. Systkini Ástu eru Ester Bergmann Halldórsdóttir, hún er látin, svo koma Björn Ragnar, Sigrún, Ólafur Kristjón og Sigtryggur Páll, Sigtryggsbörn. Ásta ólst hér upp í Kópavogi, við Álfhólsveginn, og hingað í Kópavog bar hún sterkar taugar alla tíð. Kópavogsbúi í húð og hár eins og sagt er, og stolt af því. Árið 1968 hóf hún sambúð með Magnúsi Pálssyni Sigurðssyni, gengu þau í hjónaband árið 1976, en þau slitu samvistir síðar. Börn þeirra eru Eiríkur Þór og sonur hans er Róbert Bergmann, svo Valgeir Bergmann og sambýliskona hans er Sara Elíasdóttir og þau eiga Elías Bergmann og Emilíu Bergmann. Svo Linda Björg og hennar börn eru Aníta Heba, Katrín Ásta, Aron Breki, Magnús Páll, Júsif Þór og Abdúl Karim. Barnabörn Ástu Sigríðar og Magnúsar eru Hafsteinn Flóki, Marísól Gná og Amelía May. Ásta lauk gagnfræðaprófi frá Kópavogsskóla og eftir að námi lauk sinnti hún störfum meðal annars í lakkrísgerð og á saumastofu. En hún sinnti mest umönnunarstörfum í gegnum tíðina og þar fann hún sig vel. Starfaði sem dagmamma tíma, starfaði á leikskóla, en lengst af starfaði hún við þjónustu við fatlaða. Ásta og Magnús hófu sambúð á heimili foreldra hennar og bjuggu meðal annars tíma á Súðavík í Hafnarfirði og á Seyðisfirði. En lengst af bjó hún hér í Kópavogi. Hún var vinur vina sinna í orði og verki og hún var til dæmis í sama saumaklúbb í tæpa 5 áratugi, en það var æskuvinkonu hópur frá barnaskóla árunum. Allstaðar var hún vel liðin, eignaðist vini og kunningja víða. Dugleg, ósérhlífin, hreinskiptin, góðviljuð og örlát.
Hjá henni var lífsviðhorfið að sælla væri að gefa en þiggja. Hún var heil í gegn. Hún leitaðist við að gera eitthvað jákvætt fyrir samfélagið og umhverfið í heild. Árum áður stundaði hún stangveiði þegar færi gafst og útilegur og hún naut þess vel að ferðast til dæmis erlendis. Svo hafði hún mikla ánægju af ýmsu handverki, til dæmis eins og að prjóna, hekla, skera út gler og mála keramikstyttur. Hún greindist með krabbamein á sínum tíma og það var langvinn og mikil barátta. Hún kvartaði aldrei, tókst á við lífið af æðruleysi og óhrædd við það sem koma skyldi. Hún lést á líknardeild Landspítalans hér á Kársnesinu í faðmi nánustu ættingja þann 28. nóvember síðastliðinn. Og nánustu aðstandendur Ástu vilja koma hér á framfæri djúpu þakklæti fyrir þá góðu þjónustu og fagmennsku sem Ástu var veitt á líknardeildinni. En í því húsi starfa hún á sínum yngri árum og átti það að margar minningar. Kæra kveðjur senda hingað í dag þau Sólveig, Linda Ósk og Ares Rafn, sama gera þau Halla og Halli frá Akureyri og eru þau þakklátt fyrir yndislegan vinskap og hlýhug og senda eftirfarandi vísu. Þó að kali heitur hver, hylji dali og jökul ber, steinar tali og allt hvað aldrei skal ég gleyma þér. Og einnig senda kæra kveðjur Stella og Pála á Akureyri. Straumar lífsins hrífa úr þessu lífi fólk. Sum leggjast fast á árar og beita í strauma. Önnur hafa segl uppi og sigla hraðbyri, en þrátt fyrir það þá ræður sterk undiralda för. Vegna þess að ógnar afl dauðans rennir að lokum hvert og eitt okkar. Í einna af teiknimyndasögunni í smáfólkinu eða Peanuts sést mynd af þeim spekingum Línusi og Kalla Bjarna vera sitjandi saman á bryggjusporði og horfa út á hafflötinn við sólarlag. Línus sagði þá við Kalla: hugsaðu þér einn daginn deyjum við. Og þá galli Kalla: já, en hugsaðu þér alla hina dagana sem við deyjum ekki. Hvað tekur við? Er eitthvað til sem er sterkara en dauðinn? Já, segir kristin trú. Jesús Kristus steig upp á vatni til að sýna fram á vald sem er sterkara en straumsogið. Vald sem allir straumar lífsins lúta í lægra haldi fyrir stranda á. Og Jesús haggast ekki, hann sigrar dauðan. Og myndin á okkur sem stundirnar geyma samsvarar ekki þeirri sem Guð kærleikans hefur gefið okkur í huga sér, vegna þess að kristin trú boðar að andblægir trúar, vonar og kærleika lifi ætíð og ævilega. Og þeirra sé kærleikurinn mestur, hvort sem það í logni, stormi, mót eða meðbyr lífsins. Og dýr sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Hún bar þig í heiminn og hjúraði sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem ór þig og þér helgar sitt líf. Með landnefnum sigldi hún svarrandi haf. Hún sefaði harma, hún vakti svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslensk
íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís og sjá fyrir lifir þín hamingjudís sem ætíð skjól þitt, þín skjöður og hlýr. Það íslenska konan, tákn trúar og vonar sem hann þér og þér helgar sitt líf. Lætur þú drottinn minn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar þjóðunum og til vegsemda líð þínum Ísrael. Viltu vera okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi, svo við studd náðinni hljótum þá arfleið sem þú kallað okkur til. Viltu blessa okkur í lífi og dauða. Viltu blessa minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera þér vitni okkur til blessunar. Þökkum þér fyrir hana Ástu Sigríði Sigtryggsdóttur. Veit henni þinn eilífa frið í dýrð hjá þér. Og við biðjum saman með orðunum sem sonur þinn Jesús Kristur kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég bið ykkur elskunnar að rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði og Jesús segir: Ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða.
Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þinn eilífu hvíld, viltu láta ljósið þitt eilífa lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Og við skulum standa áfram. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen.